Ég sakna þig svo, pabbi. Og ég þín, Klara. Ég stoppi ekki lengi heima í þetta sinn. Ég þarf að fara til Parísar á morgun vegna viðskipta, en ég ætla að koma þér á óvart í dag. Líst þér ekki vel á það, elskan? Herra Sesemann, ég þarf að ræða afar áríðandi mál við yður. En fyrst ætla ég að kynnast þessar ungu dömu. Þú ert stúlkan sem Klara fekk fyrir félaga, var það ekki? Félagi? Ég held að við værum vinkonur. Já, við erum það, pabbi. Við erum vinkonur. Já, vinkonu auðvitað. Það er einmitt málið sem ég þarf að ræða við yður. Gætum við talast við í ein rúmi? Já, já. Ég verð enga stund, elskan mín. Og hvað er erindið, frú Rottenmeier? Ég gerði skelfileg mistök þegar ég réði telpuna. Hún er ólæs og hún hefur slæm áhrif á dóttur yðar. Er það? Hvernig þá? Hún er klaufsk og hegða sér illa. Daginn heyrði ég þær báðar hlæja eins og vitleysinga og Klara kemst í allt of mikið uppnám. Hafi mín ráð, sendi telpuna heim til sín og það strax. Klöru veitir ekkert af upplýftingu. Hvert ætlið þér, herra? Að tala við dóttur mína. Jæja, Klara. Hvernig líður þér? Ó, pabbi, ég hef aldrei á ævinni skemmt mér jafn vel. Við Heiða hlæjum og leikum okkur og hún segir mér alls konar sögur. Hún er besta vinkona sem ég geti átt. Og það er þú líka. Þá er það ákveðið. Heiða verður hér eins lengi svona listir. Má hún það? Frú Rottenmeier, framvegis komið þér eins fram við Heiðu og Klöru, dóttur mína. Og sjáu til þess að hún fá ný föt. Þetta er fallega, pabbi. Verið svo vænar að gera þetta. Já, svo er annað. Amma Klöru kemur eftir 2 daga. Amma? Kemur amma hingað? Ég sagðist alltaf að koma þér á óvart. Ó, Heiða, amma mín er að koma. Ég veit að þið verða vinkonur. Já, og eitt að lokum. Það eru 2 nýir íbúar í húsinu. 2 kettlingar. Þú átt ný föt og herra Sesemann skipaði mér að koma fram við þig eins og dóttur sína. En mundu að þú ert ekki sonar dóttur frú Sesemann. Já, frú Rottenmeier. Þú átt ekki að ávarpa hana ömmu. Heldur segja náðuga frú. Já, frú Rottenmeier. Gott, þá skiljum við hvor aðra. Ó, Sesemann, það gleður okkur öll að sjá yður aftur. Þakka þér fyrir, Sebastian. En hvar er nú sonardóttir mín? Ég er hérna, amma. Já, þarna ertu. Ó. Ég líti vel út, frú Sesemann. Ég lít út eins og gömul kona, Rottenmeier, því að ég er það. Ekkert en. Nú ætla ég að tala við Klöru. Amma mín, þetta er nýja vinkona mín, Heiða. Gaman að kynnast þér, Heiða. Gaman að kynnast yður líka, náðuga frú. Já, hérna, náðuga frú. Ég held ég viti hver sagði þér að kalla mig það. Svona nú, Rottenmeier, játaðu. Já, mér fannst að telpan ætti að ávarpa yður með tilhlýðilegri virðingu. Þakka þér fyrir það. En þú verður að kalla mig ömmu. Ég sé að mín er ekki þörf lengur, svo ég býð góða nótt. Ég er afar undrandi, frú Sesemann. Ég hélt að telpan gæti aldrei lært að lesa. Kæra Rottenmeier, þú hefur enga trú á fólki. Ég trú að allt sé hægt ef menn leggja sér nógu mikið fram. Þú getur jafnvel lært að brosa. Sko, þetta var nú ekki erfitt. Ég get vakið bros á þér, þó sértu hrygg. Oft þú líka lærð með mér, þó sértu stygg. Ég get léttið þér, þó þung sé lundin þín. Þú ert besta vinkonan mín. Vinur er ég þinn, vinur
afmælið, Heiða. Blástu nú á öll kertin. Gerðu það. Fyrst áttu óska þér. Ef þú lokar svo augunum og slekkur á öllum kertunum í einu, þá rætist óskin þín. Rætist óski mín örugglega? Ég er viss um það. Hvað er þetta? Opnaðu það og gáðu. Til hamingju með afmælið. Þú hefur reynst mér góð vinkona. Mig langar að gefa þér góða gjöf. Er það að lesta með því? Til Sviss? Er þetta ekki það sem þú óskaði þér heitast, Heiða? Að komast til afa þíns? En En hver verður vinkona þín? Ó, Heiða, þú verður það alltaf. Heiða, læknandi segja að Klara sé orðin nógu heilbrigð til að fara í sérskóla með öðrum börnum. Og þú ert ugglaust ástæðan fyrir því að henni batnaði. Þú hefur gert svo margt fyrir mig. Mér langaði að gera eitthvað fyrir þig. Þú kemur að heimsækja mig, er það ekki? Jú, auðvitað, Heiða. Fötin sem þú gafst mér eru svo falleg. Það gleður mig að heyra. Mundu eftir mig þú ert í þeim. Ó, Klara, ég gleymi þér aldrei. Ég veit þú þarft að fara en ég á eftir að sakna þér svo sárt. Og ég á eftir að sakna þín. En þú kemur að heimsækja mig. Þegar vorið kemur, bið ég ömmu að fylgja mér til þín. Þú verður hrifin af fjöllunum og líka af afa mínum. Heiða? Heiða mín! Ég sakna þín svo mikið. Sömuleiðis. Þeir koma á hverri stundu. Pétur, kemur í mat í kvöld og hitti Klöru. Hann sagði ekki aukatekið orðafi. Akkur er hann reiður? Hann er ekki reiður, heldur afbrýðisamur. Í mörg ár hefur hann átt vináttu þína einn. Hann er hræddur að nú þykir þér vænna Klöru en hann. En sá Kjáni, þau eru bæði vinir mínir. Kjáni, já. En svona líður honum samt. Gestirnir eru komnir. Klara, amma! Ó, hvað það er yndislegt hérna. Heiða ýkti ekkert. Þetta er alveg eins fallegt og hún sagði. Og þú ert eins og hún lýsti þér. Hún er heppin að eiga þig fyrir afa. Ég er sá heppni. Það segirðu satt. Þetta var skemmtileg heimsókn. Því miður þurfum við að kveðja núna. Amma, getum við ekki verið pínulítið lengur? Dagurinn leið svo hratt. Já, gerðu það, amma. Besta vingur mín má ekki fara strax. Þá má hún gista. Í alvöru? Við afiðinn ákváðum að Klara fengi að vera hjá þér í fáeinar vikur. En ég gisti niður í bæ. En bara ef þið viljið. Ég held að þetta þýði já.
Pétur! Hvað varst að gera? Við eigum engra kosta völ, Klara. Ég vil gjarnan hafa þig, en... Ég kemst ekkert án hjólastjólsins. Ég fer niður í þorp og sæki ömmu þína. Mér langaði svo að sýna Klöru hagann upp í fjalli. Ég kom alla þessa leið og fæ samt ekki að sjá hann. Ójú, reyndar. Bíðið þið báðar í haganum á meðan ég sæki ömmu Klöru. Þá fær hún að vera hérna svolitla stund. Ég kem að vörmu spori. Góða skemmtun. Þessum degi gleymi ég ekki til æviloka. Þú sagðir satt, Heiða, þetta er fallegasti staður í öllum heiminum. Engið er ennþá fallegra. Það eru svo mörg blóm. Ó, ég vildi geti séð það. Þó þú getur það ekki, get ég tínt blóm handa þér. Ég er fljót. Dirfustu að tala við Klöru eftir það sem þú gerðir. En hvernig gastu eyðilagt hjólastólinn hennar? Hann gerði það út af þér, Heiða. Hann hélt að þú vildir ekki vera vinkona hans fyrst að ég væri komin. Svei mér þá, geiturnar eru betur gefnar en þú. Ég fyrirgaf honum, Heiða. En þú? Mér langar bara að bæta fyrir brot mitt. Hvernig? Hvernig sem er. Gott, hjálpaðu mér að koma Klöru upp á engið. Við styðjum hana þangað. Ó, Heiða, ég get ekki gengið. Okkur tekst þetta. Taktu bara utan herðarnar á okkur Pétri. Ég get það ekki. Jú, víst. Reyndu það samt, Klara. Ég reyni, en... Hættu þá að segja en og trúðu því besta. Með mundu hvað amma segir. Trúin getur flutt fjöll. Ég get gengið. Ég get gengið. Ég get gengið. Já, þú gengur, Klara. Bíddu nú eftir okkur. Ég skil þetta ekki. Ég skildi við þær hérna. Hvar geta þær verið? Ég veit það ekki. Nei, hún gæti ekki. Það gæti ekki. Bíddu eftir mér. Hún gengur. Hún Klara mín gengur. Amma! Klara! Já, þetta er langfallegasti staður í heimi. Verðu með þér sólskin, sama hvert þú ferð. Sýndu öðrum hlýju, hún er mikils verð. Á hamingjunnar byggar, verðu sér hver dag. Best til að koma öll í lag, brosið bjartað bæði svo var. Svo brostu já, það byrjun ágætt er. Og flestir þá vel fagna og heilsa þér. Brostu því blítt, þá birtir heimi í.
elska þér. Brostu því blítt þá birtir heimi í, sólskinn hreint og hlýtt hrekur burt kolsvört ský.